Jæja, góðan daginn. Ég get sagt ykkur það, ég búinn að liggja hérna á þessu trampólínu í marga klukkutíma til þess að reyna að fá einhverja hugmynd það hvað ég get gert í dag. Og vitið þið hvað? Ég held ég sé komin með lausn á málinu. Ég ætla að halda tombólu. Vitið þið hvað það er? Sko, pabbi, hann sagði við mig að halda tombólu, að það myndi bara, gera mann kátan og glaðan. Og það er akkurat það sem ég þarf. Það er að vera kátur og glaður. Og tombóla virkar þannig að þá gengur maður hús úr húsi, bankar upp á hjá alls konar fólki og biður það að gefa sér eitthvað dót sem það er hætt að nota. Fer maður bara og bankar upp á hjá einhverri gamalli konu og segir, áttu dót á tombólu? Og hún segir, dót á tombólu? Já, það getur bara vel verið, drengurinn minn. Og svo býður maður, þá fer hún og finnur til eitthvað svona gamalt dót og svo fer maður með allt dótið, safnar því í poka og raðar því upp eitthvað starf fyrir utan einhverja verslun og svo kemur fólk og þá segir maður, má bjóða þér dót á tombólu? Og það segir, já, hvað kostar slíkt? Það kostar 100 kall kannski, eitthvað svona, maður finnur einhverja góða tölu og það segir já og þá borgar það pening og dregur númer úr skál. Og það dregur kannski 18 og þá er ég búinn að númera alla hlutina sem ég er með og þá er það kannski búið að vinna sér inn fína skál sem einhver gömul kona gaf í Vesturbænum og fyrir 100 krónur. En ég á nefnilega svo mikið að dóti að ég get nefnilega alveg gefið. Og svo fer maður með peninginn og gefur í eitthvað gott málefni eins og til dæmis Rauða krossinn eða til dæmis til styrktar hungruðum börnum í Afríku eða eitthvað svoleiðis sko. Sem að eiga ekkert dót og eru kannski bara búin að leika sér með tappa alla ævi. Hugsið ykkur. Þannig að það er mjög gott að gefa í gott málefni. Og ég á svo mikið að dóti að ég get nú alveg fundið eitthvað til þess að gefa. Sko, hérna er nú alveg fullt af dóti sem að ég nota nú bara ekki neitt, sko. Má ég sjá. Hérna, 2 svona huggulegar tuskudúkkur, sko. Söfnum þeim hérna, gefum þetta. Hérna eitthvað sem ég hlusta aldrei á. Svona. Sérðu, alltaf gott að gefa líka geisladiska. 5 geisladiskar, gefum þá. Setjum þá hérna. Og svo er líka alltaf gott að gefa föt. Ég á nú fullt af fötum sem ég er hættur að nota. Þetta. Ég veit nú ekki einu sinni hvað þetta er. Ég veit ekki hvað þetta er. Gefum þetta. Allt og stórar, gefum þær. Einhverjar góða bækur, sko. Hérna og svona og eitt svona dýr, svona. Maður á alveg fullt af dóti sem maður notar ekki neitt. Þá er ég bara búinn að safna saman hérna svona til þess að byrja og svo gengur maður hús úr húsi og safna meira dóti. Það sé enginn heima. Halló? Halló, er einhver heima með handa dót og tombólu? Það var enginn heima, sko. Það hlýtur einhver að vera heima hérna. Það er allavega bíll fyrir utan, þannig að það segir ýmislegt. Það er aldrei að vita hvort að maður fá eitthvað hérna, sko. Það er bara vonandi að sé einhver heima, sko. Já, halló, heyrðu. Áttu hérna dót og tombólu? Tombólu? Já, ég er að halda tombólu, sko. Og mér vantar smá meira dót. Áttu eitthvað? Já, byrju, ég skal tekka á þig. Já, takk. Já. Það lokaði bara. Það er býð, aðtók hvort hann komið með eitthvað, sko. Það væri gaman að fá svona loka hnykkinn, sko. Ég komið með mikið af dóti, sko. Komið með hérna kindina og Batman-kallinn og svona, sko. Þannig að það væri svona fínt að fá kannski eitthvað smá meira, sko. Svo maður geti gefið meira, sko. Þetta snýst allt það á endanum.
Herru, Já, ég fann hérna súpu já, og svo fyrir hérna sverð. já, vá. Heyrðu, takk hérlega fyrir. Ok. Takk fyrir. Gangi vel. Takk fyrir það. Bless, bless. Bless. Vá, heyrðu. Súpu og sverð. Batman. Jæja, nú allt að vera tilbúið, sko. Nú getum við fara að halda tombólu. Jæja, nú ég búinn að fá leyfi til þess að halda tombólu fyrir utan þessa sjoppu hérna. Og það alltaf reytingur af fólki sem að fara í sjoppu og kaupa eitthvað svona, nammi eða leiga vídeo eða eitthvað svoleiðis, sko. Og þá reynir maður að vera á svona fjölförnum stað til þess að svona lokka fólki til þess að taka þátt í tombólu. Svona, sko. Bánsinn góði. Sjá. Svo þegar maður að halda tombólu, þá reynir maður að gera þetta dálítið svona huggulegt. Þannig, sko. Pressi. Þannig. Og svo tekur maður allt dótið sem að maður fekk, súpa, og maður raðar því öllu svona þannig að það sjáist alveg. Frisbee. Batman. Svona. Svona. Svona, sko. Hoppbói. Svona, já. Vídeóspólur. Bánsar. Svona. Svona. Straujarnir. Svona, sko. Svo mjög gott, sko, að vera með auka föt af því að maður úti og það svona verður dálítið kalt og þá alltaf gott að fara í auka föt svo manni verður nú ekki kalt, sko. Svona. Þetta svona bækur. Svona. Og geisladiskarnir. Þeir hérna, svona, sko. Ha? Og svo þetta þannig að maður setur, sko, tölustafi. Maður skrifar tölustafinn 1 hérna á svona miða, sko. Skrifar tölustafinn 1 hérna, svo. 1, 2 og 3 og svo koll af kolli, komið. Og svo límir maður tölustafina á dótið, sko. Svona. Þá Batman númer 1, Frisbee númer 2 og Bánsinn númer 3, sko. Og svo gerir maður það sama hérna, maður skrifar, sko, 1, 2 og 3. Svo rífur maður það, allar tölurnar í svona sundur. Svona, og setur það svona saman og setur þær í svona skál. Og svo kemur einhver og segir, heyrðu, dót og tombólu? Já, það hentar mér mjög vel. Má ég fá einn miða? Þá borgar það kannski 100 kall, dregur miða, opnar hann og það kannski númer 2 og þá fer ég og finn það sem númer 2 og þá það frisbee-diskur. Þannig að núna ætla ég að merkja allt dótið með tölustöfum og setja svo hérna hina tölustöfina í skál. Sjá. 1, 2, 3, 4, 5. Jæja, nú allt orðið tilbúið. Nú ég búinn að setja tölustafi á allt dótið og svo ég búinn að setja tölustafi hérna ofan í þetta box. Þannig að ef einhver kemur og vill kaupa dót og tombólu, þá velur hann sér eitt svona miða og það getur verið hvaða tölustafur sem sko og svo vinnur hann dótið í verðlaun. Þannig að nú þurfum við sko að bíða bara eftir fyrsta og ég með smá pening hérna. Þegar ég ætla að setja hérna ofan í
svona. Þannig að það líti út svona eins og einhver hafi keypt eitthvað smá, sko. Jæja, þá er bara að bíða. Dót á tombólu. Endilega komið og styrkiði gott málefni. Sælla er að gefa en þiggja. Bara að kalla, sko, þannig að fólki komi, sko. Góðan daginn. Góðan daginn. Ætlarðu að fá? Já, gjörðu svo vel. Hérna, já. Þakka fyrir. Svo máttu draga einn miða. Svona, já. Og kíkja bara á númerið, sko. Þetta er flott, maður. Þetta er spennandi. Já, ertu ekki orðinn spenntur? Það er gott. Já, heyrðu, það er númer 8. Já. Heyrðu, það er hérna. Hérna er númer 8. Við erum að taka þetta úr hérna. Það er geisladiskurinn Dvorak, eða svona, já. Þetta er svona skemmtilegt. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Wow, þetta var flott, maður. Það var einn kominn og svona fer þetta nú allt saman, sko. Svo gengur þetta bara koll að kolli. Tombóla. Frábærir vinningar. Jæja, það er sko aldrei búið að vera mikið að gera. Það eru komið með fullt af pening og það er ekkert mjög mikið að dóti eftir, sko. Þannig að nú er þetta alveg rosalega fínt, sko. Það er nú eitthvað eftir, sko. Það er eitthvað svona smá, maður þarf að setja það svona framar, sko. Aðeins svona, hopp og sí. Svona, sko, góðan daginn. Vá, það er ekki smá mikið að gera. Góðan daginn, Dót á tombólu. Já. Já, gjörðu svo vel, þú mátt velja þér miða. Vá, borga með 500 kalli. Viltu fá tilbaka eða viltu ekki bara gefa allt í Rauða krossinn? Gefa allt. Já, flott. Já, og hvaða númer fékkstu? Já, 7. Nei, heyrðu, það er þessi glæsilega vídeóspóla hérna sem heitir Beint í mark. Knattspyrnuskólinn. Nú getur þú lært fótbolta. Gjörðu svo vel. Takk. Takk sömuleiðis. Vá, nú er þetta alveg að vera búið. Það eru 4 hlutir eftir. Eitthvað, góðan daginn. Má bjóða þér Dót á tombólu? Já. Já. Gjörðu svo vel að setja peninginn. Já, takk fyrir. Svo máttu draga miða. Svona, sko. Það er ekki mikið úrval, ég sé það, sko, en það er allavega myndavél og súpa og svona. Já, já. Hvaða númer fyrstu? 2. Já, heyrðu. Það er 2. Það er þessi glæsilega myndavél hérna. Það vantar reynda batteri, það vantar eiginlega svona allt í hana, þú veist. Það er að kaupa auka hluti. Heyrðu, glæsilegt. Takk fyrir. Vá, þetta gekk nú ekkert smá vel. Það eru 4 hluti eftir, sko. Sem að ég get nú eiginlega kannski bara fengið sjálfur að því að ég er búinn að vera svo duglegur svona laun fyrir mig sem að vinna. En þetta fyrir Rauða krossinn. Má ég sjá. Vá, 2 rauðir, sko. 2 rauðir. Fullt að klinki, maður. Vá. Svona, sko. Þetta fyrir við og gefum í gott málefni. Svona. Og sí. Jæja. Þá er þessi vinnudagur búinn. Hopp og sí. Jæja, þá er ég kominn glaður í bragði, nýbúinn að halda alveg frábæra tombólu. Og hérna er afrakstur dagsins. Og alla þessa peninga ætla ég að gefa í Rauða kross Íslands. Og Rauði krossinn, þeir passa það að þessi peningur, hann á eftir að nýtast vel. Og að því að ef að margir gefa lítið, þá verður mikið. Eins og máltæki segir, margt smátt gerir eitt stórt. Já. Og ég hef búinn að vinna í allan dag að halda tombólu og selja og fullt af fólki búið að fá fullt af góðu dóti og þetta er afraksturinn. Hérna er ég með sko 2 rauða, sko, seðlar, sko, þeir eru meira en klinki þótt þeir séu léttari. Það er sko 1000 kall hérna. Svo er ég með hérna fullt af tíkullum, 50 kall, 100 kall með þessu 100, 200, 300, 400, 500, 630, 680,
Þú veist, það er annar 1000 kall, ég með 2000 kall, þetta er kannski svona 3000 krónur íslenskar. Það er alveg ótrúlega mikið. Og ég ætla að fara núna hérna inn á skrifstofu og finna réttu manneskjuna sem að tekur á móti peningum. Já, það er alltaf gaman að gera góðverk. Jæja, við sjáumst næstu helgi. Takk og daginn. Þá var kominn.